Já, uh, já, það er stór dagur hjá Besta flokknum og hjá mér í dag vegna þess að nú er ljóst að við erum með mikið fylgi og núna er ég nokkuð öruggur að ég verði borgarstjóri og en ég líka, þú veist, ég er svona alveg svona klökkur út af öllum þessum stuðningi og maður einhvern veginn maður er svo þakklátur fyrir þetta og það eru allir fjölmiðlar, allir helstu fjölmiðlar eru búin að vera að hringja í mig og vilja koma og hitta mig og sem er rosalega gaman og er að spurja mig alls konar hvernig verður og hvernig mér líður og svo gaman þegar fólki er ekki sama hann. Það er svo gott að hafa áhyggjur að hvernig manni líður og hvort maður sé eitthvað leiður eða spenntur eða hissa eða eitthvað. En það sem að allir spurja mig mikið það er hvað ætlarðu að gera ef og þegar þú ferð þarna inn og eins og þetta sé eitthvað þú veist, einhver svona engin venjulegur maður hafi stigið fæti inn í áður og þarna séu allir alveg ógeðslega klárir og ógeðslega góðir og ég verði bara alveg eins og krækiber í helvíti þarna og veit ekki neitt og ég er búinn að hugsa þetta og líka spyrja mig hvað heldur að verði þitt fyrsta verk. Ég veit það ekkert, ég veit ekkert hvað er mitt fyrsta verk en ég býst við að ég mundi byrja á því að svona labba og heilsa öllum, veist, kettlingunum í afgreiðslunni og kallinum sem er með kaffihúsið og svona, og það er örugglega einhver sem að myndi fylgja mér og kynna mig fyrir öllum. Ég held það. Þannig að þetta er mjög gaman og það er mjög margt framundan hjá Besta flokknum. Við erum að fara að opna kosningaskrifstofu og gera alls konar dót til að reyna að selja til að fjármagna og fá smá pening sem er það setti þetta einhver á borðið mitt. Þetta var einn daginn þegar ég kom og ég veit ekki hvort að þetta er eitthvað sem er beint til mín eða að ég eigi að nota í kosningabaráttunni. Að ég eigi að nota þetta við það gífurlega hreinsunarstarf sem bíður mín.